Ég ætla að fara aðeins hvernig búa til skápa eða skúffur með útfræstu handfangi. Að ræða þessa hérna fræsingu sem að kemur síðan fram hérna, sjáum við hérna 3 mismunandi skúffuframleiðar. Sjáum við hérna efstu, mið og neðstu skúffu. Og ég ætla svo að setja inn og fara í hvernig búum til þetta til hérna og þessar 3 skúffur inn í fjölskyldunni okkur. Við vorum búin áður að setja saman skúffu eininguna sjálfa í boxstykkið, þessa grunnskápinn fyrir ekki. Og ég ætla núna, við vorum búin að setja upp hérna, sjáum við fyrir henni ræð, búin að setja upp hérna referenslínur sem við kölluðum miðskúffa, nettaskúffa og hæskáp og svo ætti að vera einn hérna viðbúr sem heitir toppskúffa. Eftirskúffan hérna, ok. Þetta ekki máli, þetta eitthvað sem við getum stilt í Families Types hérna. Og miðskúffan átti að vera 340. Svona. Ok, verður þetta rétt hérna. Þetta voru styrningarnar. Hæðin átti að vera 800, breiddin 600, nettaskúffa 340, miðskúffa 340, hæðarsökkli, efsta skúffa og svo hæðin hér. Ok. Svona. Við förum hérna í placement bara left, það sé ágætt. Og skoðum að sérna hvað er að gerast. Við sjáum að við vorum með skápinn hérna, þessi skápaframlegin, og svo vorum við eitthvað sem heitir dýptin á skápnum og hún var búið að stillast hana. Þannig að hún var 80 mm frá hliðarstykkinu. Við ætlum að fá náttúrulega skúffurnar yfir þetta. Við förum til að teikna þetta, þá förum við referensplan hérna, floor plans. Og ég ætla að draga þessa hérna, nei ég ætla ekki að nota hana fyrir ekki. Ég ætla að búa bara til skúffuna hérna, hún er heil skúffa, hún er jafnbreið á skápurinn. Þannig að ég fer hérna í, nota hérna extrusion, þetta create. Og teikna upp einfallega kassa svona. Og ég líma hana við þessa 4 lásar sem koma hérna upp. Ef þetta kemur ekki upp, þá getur alltaf nota align, hérna align og smelli hérna hana og svo á endan þá kemur lásin upp. Ég ætla líka að stilla hana þannig að hún fylgi hæðinni. Við förum hérna aðeins í workplaneið og segjum að þessi hérna, þetta er neðsta skúffan, þannig að ég ætla að láta hann alltaf vera við hæð circle, neðri hlutin á henni. Og efri hlutin, þetta eru svona dast hérna fyrir geð, það verður 12 mm, nei ekki 12 mm, þetta er svona, ég ætla að segja ekki 2 mm. Tek svo extrusion end hérna, hef hann í 0 og smelli á litla hnappinn sem er hérna og segi að þessi skúffa, hún á ná, þetta er neðsta skúffan en hún nær upp að miðskúffunum. Nei, neðsta skúffi, segir það, það er hæðin. Okay. Þannig að það voru búin að stilla hana þannig að hún byrja á hæð circle og endi það svona referenslega plane í næsta skúffa endar. Svo getum við farið hérna, við kunum setja hérna parameter, segjum ekki hérna skápaðurinn, segjum bara nýja parameter og segjum þetta sé hérna skúffu framhlið. Ok, og svo finish. Svona, kíkjum aðeins á 3D þarna. Þá kemur þetta svona út og þá erum við komin með þessa skúffu hérna og hún ætti að fylgja þá nættu skúffu referensplane og hæð circle referensplane. Ég ætla svo að búa til í þetta skurðinn, fræsinguna sjálfa, þessa hérna. Þið hafið þetta til hliðsjónar, þessa hérna mynd. Og það sem við gerum er að ég er hérna í left planinu, ok, og hérna er skúffan okkar.
og ég ætla að búa til eitthvað sem heitir void form. Void extrusion hérna. Já, maður alltaf að ignora þetta. Það segir hérna. Þá fáið þennan möguleika hérna að teikna upp línunar og ég fer bara hérna í eftir skúffuna hérna. Ég teikna inn samkvæmt fyrir mig sem við höfum, sem við sýndum okkur áðan. 25 hérna niður og 5 til hliðar, hýta escape og starta aðra línu hérna, 10 hér, 4 til hliðar og síðan að skrá hér, það hefur komið. Þá getur við notað trimmið. Trimma, nei, ekki hérna, heldur þess að sett. Ég vil trimma þessar hérna tvær saman, svo hér og svona. Og align skipunina. Smelli hérna á reference plane og á þessa línu sem við vorum að teikna og læs henni við hana. Sama hérna. Nei, heyrðu, fyrirgefðu, verka mínir. Ég að teikna þetta algjörlega öfugt. Ég sá þetta í zoomaði frá. Það ekkert mál. Ég afleysi bara eftir hérna og ég nota þá bara mirror skipunina. Mirror. Og það þetta sem ég ætla að kópura. Space. Og passið okkur að afhaka hérna uppi, copy. Og tökum línuna svona. Smá fljóðfærni, en ekki búin að laga það. Förum aftur í align og læsi hérna línunum þar sem hérna línu við. Síðan hérna reference dýftinn hérna. Tökum framtikkið. Og tökum svo lása hérna, setjum lása á skúffuframleiðina. Þannig að hérna, koma alltaf mikið hjá mér. Ég ætla að taka skúffuframleiðina hér og að hérna. Það lása hana verðan og svo eina hérna í viðbót. Ég vil taka þessa hérna líka. Og það sem ég var að reyna að gera, ég reyndi að taka þessar hérna línur og læsa það saman, ok? Kíkjum aðeins hérna á aftur hérna modify hérna og work plane-ið, kíkjum aðeins á work plane-ið, hvar við byrjum á þessu. Og við vorum með reference plane-ið left right. Við skulum hafa bara hérna, byrjum hérna breytt hægri, ok. Og það er ágætt að kíkja bara á frontinu. Við skulum íta þess hérna á finish edit mode. Já. Kíkjum á placement site hérna og sjá hvað þetta endar. Sjáum við það, stillingarnir er eitthvað skrýtnar hérna. Þannig að ég ætla bara einfaldlega að færa það til handvirkt hérna. Tek hérna í og þetta extrusion og fer hérna á endan og læsi hérna við lásin sem kemur. Það var reyna að vera að gera þetta handvirkt þessar stillingar sem koma hérna. Kíkjum aðeins á 30, sjá hvernig það kemur út. Þetta lítur bara ágætlega út. Nú búa til tvær svona skúffur í viðbót. Á sama hátt. Svona. Þannig að ég byrja hérna í reference floor plan og ég ætla að taka mig skúffuna fyrir. Ég ber það við create extrusion. Byrja bara að setja materiál hérna rétt á stað, það er alltaf leið. Nei, ég ætla að íta á hana litla hérna, þannig að ég getum breytt þessu þegar skúffu framni hér. Og ég ætla að setja work plane-ið þá á hæð, þess að hann byrjar á næstu skúffunni. Ok. Og extrusion start 2 hérna, flott. Og extrusion end, hann þarf að enda hérna á mér skúffunni. Þannig að þessi skúfa sem teikna núna, hún byrjaði þar sem að næsta skúfan hætti 2 mm það frá hann og hún endar hæðina þar sem að við erum búin að búa til reference plane með þess að miðskúfa. Ég gera sama hérna, ég fer í tangul og teikna upp skúfuna hérna ofan á. Sama hátt ég gera aðan. Þetta hérna
lásana. Kíkjum að svo finish, kíkjum að 30 viewið. Já, þetta flott. Nú ætla ég að búa bara til handfangi hérna og samhátt ég gera það. Ég fer hérna í left og já, ég þarf að fara hérna í create og búa til void form, void extrusion. Hérna getum við nýtt okkur það sem við vorum að teikna á það með því að nota hérna pick line. Og ég teikna bara einfallega svona ofan í, ég ekkert að læsa eitt eða neitt, trimma þetta svo saman. Svona, tök svo múrskipunina, svona, ít á enter, grípa bara bláhanni hérna, bláhanni hér, svona, bingo, svo get ég bara alæna þetta við, saman hátt við gerðum áðan, þess að þetta fylgir nú skápnum og smellum þessum málsetningum á sem við gerum áðan með ásvonum. Það er búin að spara sér nokkur handföngin, handtökin, svona. Kíkjum aðeins á workplani hérna, það er ennþá hérna í breytt hæði, flott. Setjum hérna 0 hér, finish edit mode og ég kíki hérna á placement site, framan og ég vil læsa þessu við eins og við gerðum það svona handvirkt. Svona, nú vil ég býta hérna 30 viðið. Það kemur þetta svona út. Það var nú skápurinn þannig að lukka nokkuð vel, þá vantar hann bara síðan til kúfuna. Ég fyrir sömu leið. Bara til að skoða aðeins, sjá hérna referenslinn í skúfan og byrja það 2 mm frá ofan eins og við gerum hérna niðri. Og ég ætla að láta enda hérna á reference plane sem heitir efsta skúfa. Ég fer hérna í floor plans. Ég fer í create, í extrusion. Þetta er bara endurtekning á þess að vorum að gera áðan. Nei, já, ég endurtek með þessu sömu vitlutunar. Og ég set á workplaneið á ekki næstu skúfu heldur á miskúfuna. Hún byrja þá sem sagt þar. Ok, sem sagt 2 mm þar frá hann. Og við ætlum að enda hérna, ég hitta þannig hérna, að enda það sem heitir efsta skúfa. Svona. Og svo teikna ég kassan. Við sjáum að þetta snýst svona fyrst og fremst stillingarnar á referensplaninu. Hvar viðkomandi skúfueining er að byrja og hvar hann enda. Við sjáum hérna voru að stilla hana. Þetta er hún og hún endar hérna í skúfu eftir skúfunni og byrja 2 mm frá miskúfunni. Svo hérna. Og kom svona, svo fer ég hérna í left og ég gera sama áðan. Ég bý til void form, nota pick lines á neðra handfanginu til þess að spara mér smá teiknivinnu. Svona. Ég fer hérna í move. Þetta endur hérna og það getur dreigja hana hérna upp í neðri skúfuna. Svo nota ég align-ið. Það er nákvæmlega sama vinnu að ég var að gera áðan. Og smellum hérna málsetningum á þess að það fara mikið stað. Síðan þegar þetta er komið ok, ég var að tvítaka þarna þess að koma sér viðurinn. Ég ætla að taka þennan litla hérna, ekki? Svona. Þegar þetta er komið þá, og þið eru búin að vista þetta svona, og þá nei, já, ég er að gleyma henni hérna, ég ætla að klára þessum hérna. Þá getum við einfaldlega smellt þessu inn í módelið með því að save hérna á load and project hérna.
Já, ég er ekki með þetta opið aðeins, skiptir ekki máli. Þetta visti og síðan ætlaði að búa til eitt myndband hérna sem að sýna okkur hvernig við búum þá til skúffunar sem reyna að vera. Og hérna erum við konur með frontinn og framhliðar með fræstum handföng.